Kæru gestir, velkomin á ásatíð 3. til 7. bekk í Sandgerðisskóla. Í ár sýna nemendur söngleikinn Dýrabær og söngleikurinn byggður á sögu George Orwell, Animal Farm. En handritshöfundur Íris Valsdóttir, en Íris hefur gert nútímalegt handrit að söngleik þar sem íslensk dægurlög fá að njóta sín. Hún einnig leikstjóri sýningarinnar ásamt Hlini Þór aðstoðarleikstjóra. Í söngleikinn fléttaði Íris helstu stefnu skólans, uppbyggingarstefnuna, heimsmarkmiðin og heilsueflingu. Æfingar hafa staðið yfir síðan í janúar og eiga nemendur og starfsfólk mikið lof skilið fyrir dugnað, jákvæðni og elju. Og get ég með sanni sagt að sýningin í ár eitt af því flottasta sem við höfum gert. Til að svona skólasýning gangi upp þurfa allir nemendur, foreldrar og starfsmenn að leggja hendur á plóg. Við erum einstaklega þakklát fyrir alla þá sem hjálpuðu til, fagmennsku og metnað þeirra og þessa öfluga hóp sem lagði sitt af mörkum. Án ykkar hefði þetta einfaldlega ekki tekist. Umsjónarkennarar og stuðningsfulltrúar 3. til 7. bekkjar ásamt skólaliðum fá sérstakar þakkir fyrir sveigjanleika, jákvæðni og ómetanlegan stuðning í öllu ferlinu. Einnig viljum við þakka Guðlaugu Stefaníu, Gunnlaugu Maríu og Rebekku Ósk fyrir val og hönnun á búningum. Kærar þakkir fær líka tónlistarskólinn, Sibba kórstjóri, Sunneva Rún, Kári tækniaðstoðarmaður og Fríða deildarstjóri fyrir þeirra framlag. En sérstakt þakklæti viljum við þó færa 3 einstaklingum sem legðu ómetanlega vinnu við uppsetningu söngleiksins. Það og við ætlum að klappa fyrir þeim fyrir búin að telja þau upp. Spennustíð sem hérna. En það Íris Valsdóttir fyrir handrit og leikstjórn, Hlynur Þór Valsson fyrir aðstoðarleikstjórn og tæknimál og Conny Hrund Gunnarsdóttir fyrir sviðsmynd og hönnun. Gefum þeim núna gott. En nú komið að sýningunni. Bara bara Dýrabær, gjörið svo vel.
úr kulda. Og hungri. Ég geti étið heilan hest. Nei, þú veist hvað ég meina. Kæru skepnur, skrokkar og aðrir málleysingar. Það löngu komið tími til að við gerum uppreisn með bóndanum. Uppreisn? Hvað þýðir það? Sjáið nú til. Við hrekjum bóndan burt þegar hann kemur úr veiðiferðinni. Gerum það! Hann hefur ekki hugsað okkur svo mánuður skiptir. Já! Það er komið tími til að við hugsum okkur sjálf. Já! Út með gæruna! Ég meina bóndan. Ég þarf að segja ykkur frá skrýtnum draumi. Hlustið nú vel. Ég hef lifað langa ævi, sá verðlaunagöltur sem ég og haft langan tíma til að hugleiða lífið. Ég mun ekki lifa mikið lengur, en áður en ég kveð eru nokkur hlutir sem ég vil segja ykkur. Napoleon, hvert að fara? Hver er sannleikurinn með þetta líf? Jú, við lifum ömurlegu lífi, stritum og fá okkur á háum aldri. Við erum fest í fjötra frá fæðingu og hver stund í líf okkar einkennist af harðræði. Allt sem við framleiðum tekið af okkur, við stolið og það selt. Ullin, lömbin, leið og við þjónum ekki tilgangi lengur. Losar bóndinn sig við okkur. En eigum við bara að lifa þessu að vera svona áfram. Framtíð ykkar verður bara eymd og þrældómur. Ha? Er það, pabbi? Er það satt? Sussis, það eru ekki allir jafn hundefnir og við. Og það er aðeins einn sökudólgur þar. Og það eru mennirnir. Þeir framleiða ekkert en ræna okkur öllu því sem við framleiðum. Mennirnir verpa allir ekki eggjum eða gefa sér mjólkina. Þess vegna þurfið þið að losa ykkur við bóndan. Þá getið þið stjórna ykkur sjálf. Já, það hljómar bara vel í mínu eyru. Eða bíddu, er ég með eyru? Þið verður öll bræður og systur og öll dýrin verða jöfn. Mig langar ekki að hæna fyrir systur. En nú fer ég að kveðja. Vagninn er kominn að sækja mig. Nei, Napoleon, þú miklu verðlaunagöltur. Ekki fara. Bóndinn ætti að koma seinna í kvöld. Þegar hann kemur, það ráðið sig á honum og hrekja út úr fjósinu. Fyrir fullt og allt. Bless, kæru vinir. Takk fyrir allt, Napoleon. Vertu blessaður, þú mikli verðlaunagreipur. Sendu vagninn til að sækja mig. Sendu okkur vagninn að sækja mig. Gættu þín, getu mig, gefðu mér frið. Já, langt farið og mig langar heim. Sendu vagninn til að sækja mig. Sendu okkur vagninn að sækja mig. Gættu þín, getu mig, gefðu mér frið. Já, langt farið og mig langar heim. Yo, 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 yo. Vagninn til að sækja mig. Sendu okkur vagninn að sækja mig. Gættu þín, getu mig, gefðu mér frið. Já, langt farið og mig langar heim. Yo, yo.
sem bringa frið. Djúpar eru skuggarnir sem þrengja mér. Hvað á ég allar mínir höfðum? Herra, enginn getur bjargað nema þú. Ég vil þig sendu barnið þinn að sækja mig. Sendu gullbarnið að sækja mig. Gættu þín, geymdu mig, gefðu mér frið. Langt hefur farið og mig langar heim. Hvað á ég allar mínir höfðum? Herra, enginn getur bjargað nema þú. Gættu þín, geymdu mig, gefðu mér frið. Langt hefur farið og mig langar heim. Sendu barnið þinn að sækja mig. Sendu gullbarnið að sækja mig. Gættu þín, geymdu mig, gefðu mér frið. Langt hefur farið og mig langar Hvað er í gangi hér? Hulskist í stíðuna skepnurnar ykkar. Er það þá svona sem þið viljið hafa þetta? Ókei, gott og vel, ég er farin. Ég þarf ekkert að hugsa lengur ykkur, kvikindin ykkar. Ég var líka bara mjög þreyttur ef ég á að segja eins og er. Það er enginn annar hér til að taka þriðju vaktinu og... Æ, þeir eru glötuð án mín. Ég er farin í frí, verðskulda frí. Úr þessum kulda og volaði. Ég er farin til Spánar og ég kem aldrei aftur heim. Eina
Gangi ykkur vel á mín. Við erum frjáls. Og við getum haft allt eins og við viljum. Sveitabærin er okkar. Út með alla múla, svipur og nýfa. Já, út með það. Hei svín, komiði. Þetta er leynifundur. Það má enginn vita af þessu. Það er ekki eins og 200 manns upp í salnum, en ok, leynifundur skal það vera. Eins og þið vitið, þá erum við svínin vitrust stýrana. Er það? Ég held að vera uglunar. Nei, uglur vita ekkert í sinn snúningshaus. Kindurnar eru ekki alls slæma hérna á bænum. Þetta eru eintómir sauðhestar og sviðasultur. Hann meinar sviðaskutlur. Nú er tækifæri fyrir okkur til að taka yfir bæinn. Kæru vinir, þar sem Napoleon hefur hvatt okkur, munum við svínin taka við af honum og stýra bænum. Það sögðu ekki að við yrðum öll jöfn. Jú, auðvitað. En það verður alltaf að vera einhver leiðtogi, annars verður allt í vitleysu. Já, og við ætlum að vera svona jákvæða leiðtogar okkur góðar hóps. Og hverjir eru þið með leyfi? Carlo Magno, kallaður Maggi. Churchill, kallaður Hilli. César, kallaður Rassi. Shakespeare heiti ég. Kallaður Rómjó. Það er ekkert annað. Og hvað ætlið þið að gera fyrir okkur? Nú fyrst ætlum við að breyta nafninu á bænum. Og við skrifum okkur eigin reglur, einhverjar dýraeðlislegar hugmyndir. Földur góður, mann svo vond. Ekkert dýr skal meiða annað dýr. Öll dýr skulu vera í jörð. Já, pabbi! Okkar fyrsta verk í dag er þá einfalt. Fögnum nýjum kafla í sögu Dýrabæjar.
Það þýðir ekkert að sitja heim og lesa. Nú hefjumst við handa. Kindur, þið sáu fræin. Hestar, þið dragið prófin. Kýr, þið farið út og kúkið á grasið. Geitur, þið sjáum bara vatn á akrana. Kátur, þú fylgst með allt fari vel fram. Hei, en hvað ætlið þið að gera? Við ætlum að slaka á að teka svo rosalega á að vera svona leiðtogar. Hei Maggi, við hvolparnir vorum að hugsa. Nú þegar bænin er komin nýtt nafn og nýja reglur, þurfum við þá ekki að uppfæra lögin og líka. Hvað leggið þið til, hvolpar? Kannski eftir svona 6-7 ár. 6, 7. Jæja, drífið ykkur nú út. Hlaupið á alla bæina hér í nágrenninu og segið dýrunum fréttirnar á byltingunni á Dýrabæ. Af hverju fá þið alltaf öll eplin? Ok, sko, okkur finnst eplin ekki eins og þau góð. En þau eru bara svo rosalega mikla orku til að taka svona mikilvæga ákvarðanir fyrir bæinn. Já, einmitt. Já, þetta er ykkur hinum fyrir bestu. Já, einmitt. Er það okkur fyrir bestu að þið borðið ferskamöndin og við fáum bara afganga? Já, það má segja það, já. Öll stjórnum bæjarins veltur á okkur. Við vökum nótt og dag til að passa upp á ykkar velferð, ekki satt? Já, einmitt. Bíddu, þið voruð að vakna. Þið gerir lítið annað en að sofa og borða. Viljið þá að Úlfgang komi aftur? Já, þá bara gerum við það. Ég ætla bara að hringja hann Úlfgang bónda. Allt í lagi það. Þið megið borða eplin. Já, einmitt. Heppnin er með ykkur í dag.
Þið getið hvílt ykkur í 10 mínútur og svo halda áfram að vinna. Þetta ekki það sem ég held að yrði. Þeir eru engan veginn að uppfylla okkar þarfi. Þeir hugsa bara sitt eigið svínsraskat. Af störfunum 5 þörfin nokkur öryggi sinnt hvað verst. Þetta fjós að hrynja í sundur. Og mér ískalt. Við fáum ekkert að borða og eigum að streyta allan daginn. Og fáum varla að sofa nema í 4 tíma. Þeir að brjóta öllum okkar þörfum. Hér ekkert frelsi, engin gleði, ást og umhyggja eru aðeins til í draumaheimi og stjórnun eins og versta sem ég hef upplifað. Svínin eru nú bara að gera sitt besta, ha? Við verðum bara að halda áfram, stöndum saman og hvetjum hvert annað. Þá getum við þetta. Ég bara get ekki meir. Ekki heldur. Mér líður eins og sé að deyja úr þreytu. Ég er uppgefin, en við verðum samt að halda áfram. Ef við hjálpum það, þá gengur þetta. Koma svo. Hlustið á hestinn, reynum að vera jákvæða dögg, þá gengur allt miklu betur. Ef hesturinn getur haldið áfram og hann verður langum eftir okkur öllum, þá hljótum við hin að geta það líka. Það er aldeilis. Það er naumastað í gapið. Það mætti halda að þið hafið aldrei séð svínahnaka. Ég hélt að eina reglan hér væri að mannshúð væri bönnuð. Já, nei sko, svo regla gengur ekki upp lengur. Af hverju ekki? Nú, að þið hefur gert samning við mennina. Samning? Hvernig samning? Ekki beint samning, meira svona samstarf. Nú ætlum við að selja mönnunum eggin og mjólkina í staðinn fyrir mústina, svo við getum gert húsið okkar enn stærra. Þið meinið fjósið? Neip, við erum flutt í hús bóndans og við ætlum að stækka það. Okkur langar öllum í stærri herbergi. Helst með baðkari og yttaraljósum. Og hvað með okkur hinn? Af hverju fáið þið betra húsnæði? Sjáið nú til. Við svínur erum líkust mönnunum af öllum dýrunum. Hjörtu okkar er notuð í menn, augu okkar líkast mannsaugum. Og svínaflensan, hún fór víst í mennina líka. Já, nei, þú ert örugglega að meina COVID-leðblökurnar. Þið getið ekki gert þetta. Hvað var virðinguna fyrir öllu og öllum? Hún fór út í sveit að elta gamla geit. Hvolpar, mínir litlu læri sveinar, komið hingað. Þið fá að vera í hundakofanum við bóndabæinn og passa okkur leiðtogana. Hlusta á Magga. Hestur, farðu frá. Nei, þið takið ekki hvolpana. Haldið nú áfram að framleiða mjólk og egg svo getið farið að byrja á viðbygginni sem fyrst. Ég meina, svo þið getið byrja á henni sem fyrst.
áhyggjur. Ég læt hann ekki svína fyrir okkur. Hann á ekki roð í þessu svik og svínari. Rassi, þú sér hestinn, við sjáum hitt. Ok, ég sé hestinn. stendur 15 mínútur í hlé, það ekki á þessari sýningu. Við sitjum að kyrr, við ætlum aðeins að gera klárt fyrir eftirgjöf.
leikararnir. Hefur ekki gefa hann gott klapp, þetta er ekki voru gott klapp, þetta er ekki gefa. Leikarar klárir, við byrjum eftir hlé, eftir nokkrar sekúndur og svo þarna fyrir. Ég trúi ekki að hann sé farinn. Hann gafst bara upp. Hann gat ekki meir. Þeir gerðu honum þetta. Og þeir tóku hvolpana mína. Ætli við endum ekki öll eins og hesturinn. Hann var bara svo einu sem fór að segja eitthvað. Það er ekkert sem við getum gert. Þegar ferðu á stjá Þú átt hvergi heima nema veginum á Langur í hjarta og diskunar mót Ferð þína ótroðnu slóð Vegúi, sestu mér hjá Segðu mér sögu, já, segðu mér frá Þú áttir von, nú bonin Farinn á brott, floginn í veg Þegar ferðu á stjá Og átt hvergi heima nema veginum á Langur í hjarta
stafinn og viskunar mól. Ferð þína eigin ónotuð slóð. Vegkúi, sestu mér hjá, segðu mér sögu, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Sestu mér hjá, segðu mér sögu, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Við höfum ákveðið að breyta reglunum í Dýrabæ. Hvað nú? Þið ætlið kannski að láta okkur vinna allan sólarhringinn? Það er allavega ekki hægt að svelta okkur með en það gerum við þegar. Nei, þið fáið enn 4 tíma hvíldin ykkar, engar áhyggjur. Hlustið nú vel. Hér eftir er bannað að syngja. Svínin verða mikilvægt dýr á bænum og eftir þeim koma mennirnir. Og svo er líka bannað að kvarta. Þið fáið 1 epli á dag. Hvað rugl er í gangi? Þeir bara vinna, vinna og vinna. Aðeins meir. Já, og hraðar. Og hvað ætlið þið að gera meðan við vinnum? Já, einmitt. Góð spurning. Nú, við ætlum bara að sofa út. Þetta er ósanngjarnt. Þið lofuðu að hugsa okkur. Ef þið farið ekki eftir nýju reglunum verður ykkur refsað. Refsað? Hvernig þá? Já, þið sáu hvernig fór fyrir hestinum. Jæja, farið nú að vinna. Já, svona. Áfram gakk. Chop, chop. Góðan dag, ég kom hingað til að kaupa 10 egg og 2 potta af mjólk. Já, auðvitað. Komdu inn, kæri vinur. Hér færðu bestu eggin og nýjustu mjólkina. Þú var ekki betur en þetta, enda eru sýnir að vinna allan daginn til að búa til bestu afurðir sem hægt er að fá. Já, ok, verður þið þessum eggjum? Já, við erum alveg bara stoppum ekki, sko. Bara stoppum ekki. Já, þið standið ykkur vel. Já, takk, takk. Bara velkomin aftur hvenær sem er. Jæja, klukkan er orðin 10. Hver er til í Netflix og chill? Til! Hei, sjáðu þig. Ég fann þetta út á Akri. Hvað er þetta? Ég veit ekki, en mér sýnist standa hérna heimilishjálp, það væri næs. Heims...
Ásta, HM. Heimsmark. Jón Bapper, hann skoraði á... Heimsmarkmiðin? Ha? Já, hér stendur að það séu réttindi allra sem lifa á jörðinni. Bíddu, leyfðu mér að sjá, ég kann að lesa. Jafnrétti, ekkert hungur. En við erum svöng. Hreint vatn. Við höfum ekki séð hreint vatn í mörg ár. Friður og réttlæti. Hér er ekkert nema friður og ólæti. Heilsa og vellíðan fyrir alla. Yeah, right. Aðgerðir í loftslagsmálum. Hvað ætli það sé? Ætli það sé svona eins og loftbelgur, kannski flugvél? Verndum líf í sjó? Ég vissi að ég hefði átt að vera fiskur. Nei, sjáðu, það er líka líf á landi. Það erum við. Sjáðu þið ekki? Svínin eru að kúa okkur. Við eigum öll okkar rétt. Já, en hvað getum við gert? Þau munu refsa okkur ef við hlýðum ekki. Ef við stöndum öll upp á móti þeim, þá erum við fleiri en þau. 15 á móti 5. Það er rétt. Ef við stöndum öll saman, erum við 1000 sinnum sterkari en þau. Hann beið færisundir á sæðin.
Bjössi haldi áfram að vinna. Það mætti halda þessi í störukeppni. Svona, áfram með ykkur. Þið munið hvað gerist ef þið hlýðið ekki. Bang, bang! Þið vitu örugglega ekki, en við eigum öll rétt á sóma sannlegu lífi. Sóma samloku lífi. Nei, þeir að brjóta á réttindum okkar og við segjum stopp. Æ, hætti þessari vitleysu. Hvað er hlaupið í ykkur? Svona, vinna, segi ég. Okkur er alvara. Við eigum rétt á því að hugsa sem okkur. Hvaða? Jæja, þið fáið 2 epli á dag og 5 tíma hvíld, ok? Ekki sjans. Við höfum ákveðið að reka ykkur sem leiðtoga hópsins. Sko, ef þið viljið reka ykkur, farið þá að reka kindurnar út að vinna. Nei, við vinnum ekki meir fyrir ykkur. Við viljum kjósa nýjan leiðtoga. Ok, sko, þeir eiga aldrei eftir að þola álagið sem við hefum þolað síðustu viku. Aldrei, sko, þeir eiga aldrei eftir að þola það. Leyfum þeim að halda að þau séu að kjósa. Þau kjósa síðan hvað og við kjósum allir okkar svínin. Ég er viss að við vinnum kosninguna. Ok. Allt í lagi. Við skulum þó bara hafa þetta dýrræðislegt. Við verðum svo næs. Of næs. Þið fáið þá að kjósa þá dýrategund sem þið viljið sjá sem næstu leiðtoga hópsins. Ok, þegar ég segi 1, 2 og nú, þá bendið þið á þann sem þið viljið kjósa. 1, 2 og nú! Haha, sko, sagði ég ekki, sauðhúsar upp til hópa! Þá er það ákveðið. Maggi og félagar halda áfram að stjórna. Takk og bless. Nei. Það sem við viljum er að við fáum öll að stjórna. Að við hjálpumst öll að og séum jákvæðir leiðtogar fyrir hvort annað. En við kunnum ekkert að stjórna. Nei, en ef við hjálpumst bara að og hugsum velferð hvort annað, þá þarf kannski enginn að stjórna. Einmitt, við deilum vinnunni, fáum öll okkar hvíld og skiptum matnum jafnt á milli okkar. Það hljómar vel. Bara alls ekki. Við kunnum ekkert að vinna. Við kunnum bara að stjórna öðrum. Engar áhyggjur, við kennum ykkur. Já, við hjálpum ykkur og þið hjálpum okkur. Ok, þið byrjuðu að vinna í 50 mínútur, við í 10. Nei, kæru vinir, nú vinnum við öll jafn mikið og hvílumst jafn mikið. En þá má ég fá 4 epli. Ég á þessi epli. Jesús, Rassi, þetta er ekki latabarreikundið og þú ert ekki nenni níski. Allt í lagi. Við skulum prófa þetta. Dýrin hafa komast að sannleikunum og sama hvað við segjum og gerum eru þeir ekki að fara að hlýða okkur. Akkurat það sem ég hélt. Engar áhyggjur, svín. Þetta verður erfitt fyrst, en svo eigið þið eftir að sjá bæinn okkar blómstra. Og vinskap okkar allra blómstra. Ok, keyrum við í gang!
Gefum þriðja bekk gott klapp. Gefum fjórða bekk gott klapp. Fáum ljósamennina okkur fram, þá Þóri, Keit Arnór, gefum gott klapp. Og síðast en ekki síst leikarinn okkar úr 5. og 7. bekk, gefum gott klapp. Núna ætla leikarar 3. og 4. bekkur að sitja kyrr á meðan við tæmum salinn. Takk kærlega, gefum aftur okkar!